Skiptir íslenska máli. Fá þér síma sem skilur þig. Samsung. Komiði sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. febrúar. Það hefur gustað landan þessa vikuna. Rauðar, appelsínugular og gular viðvaranir út í eitt og stefnuræða forsætisráðherra. Já, hún fauk út í veður og vind og verður ekki flutt fyrr en á mánudagi í komandi viku. Við munum þá auðvitað ræða efni hennar og innihald og viðbrögðum við henni hér að viku liðinni. En við vorum hér fyrir skemmstu með Hönnu Katrínu Friðriksson, nýjan atvinnuvegaráðherra í viðtali hjá mér og við ræddum þar meðal annars málefni Sigurjóns Þórðarsonar alþingismanns sem hefur farið mikinn í baráttunni fyrir stórauknum strandveiðum. Þar upplýsti ég ráðherrann það að Sigurjón hefur mikilla hagsmuna gætt í málinu, er með útgerðina Sleppa EHF og við þessar breytingar sem að fyrirhugaðar eru í þinginu, þá mun þetta ágæta fyrirtæki mögulega getað, tvöfaldað tekjur sínar á komandi sumri og á komandi árum. Sigurjón Þórðarson, sem að ég hef nú reynt að boða hingað í þáttinn en hann ekki þegið, hann brást ókvæða við og telur að við séum í einhvers konar ofsóknarstarfi gegn honum og flokki fólksins fyrir að benda á þessar staðreyndir sem að varða þessa hagsmuni sem liggja fyrir. Hann hefur gengið svo langt að kalla eftir því að svokallaður ríkisstyrkur til fjölmiðla verði slegin út af borðinu þegar kemur á Morgunblaðinu og það gerði hann í áhugaverðu útvarpsviðtali við Pétur Gunnlaugsson á Útvarpi Sögu. Það leyfi okkur að heyra þessa klippu hér bara til þess að upplýsa okkur. En það líka komið tíma og endurskoða einfallega fjárframlög til Morgunblaðsins tel ég vera vegna þess að við erum að láta þarna gríðarlegar upphæðir inn í blað sem er runni að reka erindi gegn almannahagsmunum og fyrir hagsmunum örfára auðmanna. Og ef að við erum hér að reyfa örlítið við sjávarútvegskerfinu, að þá bara standa á okkur öll spjót og maður spyrir sig hvað ætlar ritstjórn Morgunblaðsins að ganga langt? Ég hef bara spurt mig af því í síðustu daga því að eins og ég sagði að botninu virðist aldrei vera náð á þeim bænum. Já, svo mörg voru þau orð Sigurjóns Þórðarsonar og hann er auðvitað frjáls af skoðunum sínum, rétt eins og ég og Morgunblaðið og allir frjálsir menn. En það breytir ekki því að þetta fjölmiðla styrkjakerfi sem lengi hefur verið gagnrýnt eftir að því var komið á fót, hefur þennan innbyggða galla. Það er að segja að fjárveitingavaldi sem er í höndum stjórnmálamannanna er það vald sem að fjölmiðlarnir eiga veita aðhald. Og það er einmitt gert með því að upplýsa almenning hluti eins og eignarhald Sigurjóns Þórðarsonar á þessu fyrirtæki og þeim hagsmunum sem þar eru undir. Í því felast hvorki ofsóknir né árásir og þess vegna þessu öllu vísað til föðurhúsanna. En það er líka mjög mikilvægt að stjórnmálamenn, hvar sem þeir í flokki standa, andmæli svona framgöngu þar sem að ráðist gegn fjölmiðlum fyrir að sinna hlutverki sínu. Það væri bragur að því að forsætisráðherrann gerði það og auðvitað dómsmálaráðherrann, atvinnuvegaráðherrann og Inga Sæland sem fer fyrir þeim flokki þaðan sem þessi skilaboð koma. Við vonum að þetta horfi allt í betri vegar og að Logi Einarsson láti líka af því, þeim fyrirætlunum sínum að fara að krukka í þessu styrkjakerfi akkurat núna þegar hann er kominn inn í menntamálaráðuneytið sem að fer með þessi mál. Nóg það. Hér á eftir koma þau Ólöf Skaftadóttir sem er frægur hlaðvarpsstjórnandi og Þorgrímur Sigmundsson, þingmaður Miðflokksins og þau ætla að ræða fréttir vikunar sem eru margar og margvíslegar, ekki síst úr borgarpólitíkinni. Og síðan í lok þáttarins kemur hingað Páll Steingrímsson skipstjóri sem er tengdur hinnu magnaða og ótrúlega byrlunamáli. Ég ætla að ræða við hann það og draga upp nýja og skýra mynd af því máli öllu saman, þar sem Ríkisútvarpið leikur meðal annars stóra rullu. En áður en að þessu öllu kemur, þá ætlum við að vinda okkur í nýjan dagskrárlið sem við ætlum að brydda hér upp á öðru hvoru. Við ætlum að gefa ykkur dálítið innsýn, áhorfendur góðir, í það hvernig þingmenn og þingflokkar eru að hegða sér eða koma sér á framfæri á samfélagsmiðlum. Þar kennir ýmissa grasa og ég hvet ykkur til að fylgjast með og það er hún Ásthildur Hannesdóttir, samstarfskona mín, sem að fer yfir þetta hér í skemmtilegu máli. Alþingi kom saman í vikunni þar sem ný andlit spókuðu sig þingsalina. Jón Gnarr og Halla Hrund Logadóttir, fyrrverandi forsetaframbjóðendur, voru í sínu fínasta pússi eins og sést á þessari mynd sem Jón deildi. Kristrún Frostadóttir, nýr forsætisráðherra, var alsæl á tröppum stjórnarráðsins þar sem hún deildi nýrri þingmálaskrá ríkisstjórnarflokkana. Litlu munaði að illa færi þegar Víðir Reynisson bókstaflega flaug inn á þing við úthlutun þingsæta í vikunni. Fall farar heill.
Nýr dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, eða Obba eins og við kjósum að kalla hana hér í hádegismóum, deildi einu af sínum fyrstu verkum í embætti sínu sem að hækka lágmarkssekt fyrir vopnaburð á almannafæri úr 10.000 krónum og upp í 150.000 krónur. Þá tóku þingkonurnar Kolbrún Baldursdóttir og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir út nýjar skrifstofur sínar við Austurvöll. Ákvað að velja eftir mannin, hann rennir svona hluti í hobby. Ég rétt að byrja að koma fyrir, eins og þú sér þá eiginlega bara vinnuaðstaðan klár. Ég ekki komin eitt blóm eða myndir af fjölskyldunni, en ég með geggja útsýni. Hérna sjáum við, þú sér eitt fallegasta tré í Reykjavík. Snorri Másson lét ekki sitt eftir liggja og fór mikinn þegar hann fór í úttekt á eljusemi embættismanna í Brussel. Mentuð eða vitlaus, af hverju stofnum við engin gervigreinda fyrirtæki í Evrópu? Við erum að skjóta okkur sjálf í fótinn, sko. Þetta er alltaf grínið hérna. America Innovates, þar að segja Bandaríkin, þau sjá nýja tæknibyltingu og segja hvernig getum við gert öflugustu fyrirtæki heims sem fyrst? Ok, gera það. Kína svona, ok, hvernig eru Bandaríkjamenn að gera þetta vel? Hvað getum við gert hagkvæmara og ódýrara í raun og veru með því að herma segja sumir og Evrópusambandið, hvað hugsa það þegar sér tæknibyltingu? Við ætlum að gera strangasta regluverk heims. Það er svona grínið í þessu og það er ekki eins og grín, ég meina þessi tappi hérna, tappinn. Hver gerir svona sem hatar ekki sjálfa sig? Diljá Mist var ánægð með Gulla sinn fyrir að setja flokkinn í fyrsta sæti og faðmaði hann farst þó innilega líkt og sjá má á þessari mynd, sannkallað krútt moment. Sigríður Á Andersen sendi Kristrúnu Frostadóttur væna pillu eftir að stefnuræðu forsætisráðherra var slegið á frest vegna veðurs. Einhverjum þykir þetta til marksum að nú sé hluti af hinu víðfræga þríeyki sestur á þing. Framsóknarmadaman Ingibjörg Ísaksen tók sig vel út í Genf þar sem Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA og EES ræddi alþjóðaviðskipti á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Og að lokum teljum við okkur hafa fundið ástæðuna fyrir óförum VG í kosningunum í nóvember, en ólíklegt verður að teljast að þessi fararskjóti hafi dugað í að koma mörgum á kjörstað. Þetta er Payday, bókhaldskerfið sem er auðvelt og einfalt í notkun. Payday, næstum því of auðvelt. Vantar þig nýtt skrifborð? Híslan er með öll H1 rafmagnsborð nú á 50% afslætti. Verð nú frá 47.750 krónum. Híslan skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og híslan.is. Við höfum ekki hannað rafbúnað í eldflaug, en við getum það. Lota. Væntanlegt í sjónvarp Símans Premium. Mamma, hún í himnaríki? Hvað heldur þú? Hvar varstu? Hvað það gefið ski? Ekki gerð það, skrifaði bara undir. Elskar mig. Nei, hlustaðu á mig. Miðillinn var að birta heimilisfangið ykkar. Drífið ykkur út baktra megin og feilið ykkur, ég er á leiðinni. Við verðum að upplýsa almenning í landinu. Komið í sæla nýju. Hingað eru komin á þessum góða föstudegi, misvíðra sömum auðvitað eins og tíðin er þessa dagana. Tveir ágæti gestir, Ólöf Skaftadóttir sem stýrir hlaðvarpinu Komið gott. Við reynum að vera með stjórnendur þess þáttar hér allir reglulega. Hún er líka starfandi við lobbyisma, leyfi ég mér að segja. Og svo Þorgrímur Sigmundsson sem er einn af nýjum þingmönnum okkar, kemur inn á þing fyrir Miðflokkinn í Norðausturkjördæmi, er þar í öðru sæti eftir Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni ef ég man rétt. En Þorgrímur, þú ert ekki alveg nýr á þingi, þú hefur svona komið þar við og við síðustu árin. Já, þetta hefur verið svona bara inn og út þessum maður, sagði. Já, sem varamaður. Já, sem varamaður Sigmundar og sínum tíma Önnu Kollu heitinnar. Já. Og þannig að þetta er svona, þar af leiðandi var ég ekki einn af þeim sem fekk handáti í þinginu daginn. Nei, til að undirrita drengskaparheit. Já. Mér þótti ekki nógu mikill bragur að þessu. Ég sá Snorra Másson og Víðir Einarsson og allt þetta ágæta fólk undirrita
Drengskaparheit við stjórnarskrána. Þetta myndi mér nú helst bara á einhverja kaupsamningsgerð á einhverju fasteignasölu. Ég var svo heppinn að þegar ég kom inn hann á sínum tíma þá var mér fært þetta í leðurmöppu og fallegu penni með en þetta var svona hrað afgreiðsla á þessu einhverju núna. En þetta dálítið merkileg stund fyrir þann sem að tekst á hendur þetta verkefni að undirrita drengskaparheit. Já, klárlega. Fyrir mér var þetta staðstundin. Var oft spurður hvernig hefur verið að halda fyrstu ræðuna, jómfrúarræðuna og svo kallið. En mér fannst persónulega þetta stærri stund að undirrita drengskaparheit við stjórnarskrá. Þú finnur til þess að þú gera það. Hvað fjallaði jómfrúarræða Þorgríms Sigmundssonar? Næsta spurning. Og til að eyða öllum misskilningi þá ertu ekki sonur Sigmundar Davíðs? Nei, hann var ekki svo bráðþroska. Hann náði því ekki, sko. En þú ert mun unglegri en hann? Já, þakka ég fyrir. Ég held samt að sé bara 1 ár á milli okkar. Ólöf, ert þú ekki sammála því að það hefði verið bragur að því ef að Ragna Árnadóttir og hennar fólk hefðu svona tuskast til þess að vera með þetta í fallegum leðumöppum? Mér finnst bara frábært að, þið hafið eitthvað að tala strákar mínir. Mér eiginlega alveg sama, sko. Eitt sem við ætluðum að ræða hér var þetta stefnuræða forsætisráðherra, fyrsta stefnuræða Kristrúnar Frostadóttur. En þær fyrirætlanir fuku út í veður og vind? Já, svona í eiginlegum skilningi, sko. Ég veit reyndar ekki alveg okkur þau treystu sér ekki með sérsveitarmenntaðan engabílstjóra og í yfirbyggðan bílakjallara og upp í gegn, sko. En þetta var einhver ákvörðun, ég skal ekki segja. Þau gera þetta út af rauðri veðurviðvörun. Fenguð þið að vita þessu með löngum fyrirvara í þinginu? Nei, ekki löngum. Það var eitthvað byrjað að pískra þetta svona aðeins áður en formuleg tilkynning kom. En ég tek undir með Ólöf hérna. Ég var sjálfur á ferðinni á þessum tíma og ég sá ungt fólk þarna vinna útivinnu við bensínstöðvar og ég held að engin sjoppa í landinu lokað. Ég sótti með Dominos pizzu, ég nú alveg upp vestur á fjörðum, ég sótti bara ekkert þessu veðri. Ég fór út með hundin að labba, það voru reyndar eldingar sem var kannski ákveðin áhættuhegðun. Maður velti fyrir sér hvað veldur. Er hugsanlegt að þetta hafi ekki hentað öllum? Já, þarna náttúrulega fyrir yfirmaður almannavarna komin í þingflokk Samfylkingar. Getur verið að þríeyki eða tvíeyki eins og við köllum það, að þau hafi þarna dregið kjarkir úr forsætisráðherranum? Já, það getur verið. Verið einhverja viðvaranir og svo komið leðurblaka til landsins, þetta allt einhvern veginn á eitt veg. Já, það nú ekki ætlast til þess samt að við höldum áfram að hlýða við því eftir henni komin á þing, sko. Þá breytist það. Það breytist aðeins þá, sko. En Ölmu, hún nú heilbrigðisráðherra. Já, við megum vera ósammála, sko, ráðherrum og þingmönnum. Þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir allt, jafnvel þó það stuðli í allt. Ég reyndi að verða að segja, ég kallaði nú lobbyista, Ólöf, til finnst mjög skemmtilegt að hafa það viðurnefni svona uppi við, og þú hefur komið að PR-málum ýmiss konar. Já. Ég hefði velt fyrir mér fyrir forsætisráðherrann, ekki upplagt að halda stefnuræðu sína þegar búið að neyða fólk inn í sófa? Þú mátt ekki vera að gera neitt annað út af rauðri veður? Ég held að það myndi bara vera að meta áhorf á línulega dagskrá á þessum tíma, sko. Já. Jú, ég hef gert það, en ég veit ekki hvort að kannski voru einhverju tæknileg issue eða eitthvað. Ég ætla svo sem ekki að gera mikið mál úr þessu, en mér finnst þetta svona smá. Það hefur verið svona dálítið bröðsótt byrjun hjá þessari ríkisstjórn og mér finnst þetta svona smá í takti við það. Þessari fallegu ríkisstjórn sem svo er kölluð. Ef að vandamáli var tæknilegs eðlis þá ertu væntanlega að vísa til hvað RÚV eða það Alþingisráð, sko. Það hægt að horfa á hana. Já, þeir vilja hafa þetta það ekki á það sem kallaði prime time. Já, hún í beinni bara. Já. Það alltaf hægt að opna þingrásina, sko. Ég hefði auðvitað lagt til að þessi dagskrárliður hefði tekið yfir slottið hans Gísla Marteins. Ekki hefði verið þetta að gera föstudagskvöldið mikið erfiðara fyrir mann. Já, vilt þú bregðast við þessu? Menn eru þetta að passa sig þegar þeir komið að þingið, þú er ekki að egna rúfa mótið sér. En þessu fresta frá mánudag, þannig að þið bíðið eftir að fá ræðuna flutta þá, en þið eru með þingmálaskrána, hvað er það svona helst sem að þú er spenntur fyrir þar, eitthvað sem stingur í augun? Já, það ýmislegt þarna sem er mjög sérstakt. Þau ætla að fara í að draga tilbaka nýsett búvörulög. En með svona eðlilegt gengi mála í þinginu þá verða þau ekkert nálægt í búin að því þegar Hæstiréttur verður hvort búin að úrskurða. Lögmæti. Já, málið komið til Hæstaréttar. Og þess vegna er mjög sérstakt að sjá að þau ætla að fara í málið á meðan að Hæstiréttur ekki búin að skila sér í niðurstöðu.
Þetta lítur nú fyrst og fremst það ekki að afurðastöðvunum og í raun aftengingu samkeppnislagana. Já, þetta fjallar nú líka held ég eitthvað málsmeðferðina fyrst og fremst held ég. Já, breytingar þar á milli umræðina í þinginu. Ég held að það sé svona eitthvað sem náttúrulega hengja sig á. En það þá fjölmörg lög í bara seinni tíma sem að þarf þá að skoða líka, sko. Þetta ekkert einsdæmi þessi meðferð. Nei. Óli, þér nú mjög annt neytendur aldeilis, þér tíðrætt við það í hlaðarspinniðinu. Ertu ekki ánægð með það að menn vilji sameina afurðastöðvar og lækka kostnað við kjötframleiðslu? Nei, ég náttúrulega eina manneskjan hérna í hádegismálum sem styður neytendur og þeirra vegferð. Það ekki rétt. Þannig að ég bara stend með samkeppni í þessu máli og þetta ég bara elegant fyrsta mál atvinnuvegaráðherra, sko. Ok, en þú segir að ríkisstjórnin hafi farið brokkgengt á stað. Já. Í hverju lýsir það sér? Kannski aðalega bara í framferði flokks fólksins. Það einhvern veginn ekki eitt, það allt. Hvort sem það eitthvað milt frekjukast sem að Inga Sæland tók einhvern skólameistara eða þetta mál með Ásthildi Lóu núna í kennaraverkfallinu, þú veist, ef þetta rétt að hún fer þannig fram í einhverju algjöru umboðsleysi til að bjóða einhvern tjekka í boði skattgreiðenda, þá það náttúrulega bara, þú veist, algjörlega galið, sko. En hún neitar fyrir þetta bara orð gegn orði, það ekki? Ekki bara ég þarna, sko, en þetta allavega í umræðinni og það svo margt í umræðinni sem ekki gott, þetta mál með Sigurjón Þórðarson, alls konar. Það náttúrulega líka, þú veist, þetta fólk í fyrsta skipti að fara í gegnum svona hakkavélina í opinberri umræðu, þannig að þú veist, þetta gefur maður þeim einhvern sjens, en þetta orðið dálítil trúðalest. Já, og hér ótalið meiri segja, sko, skoðanaskipti Eyjólfs Ármannssonar við Eyjólf Ármannsson. Sem að það ekki alveg saman? Nei, þeir eru ekki sammála, sko. Annar telur alveg skýrt og hefur gert lengi að bókun 35 sé brot á stjórnarskrá. En hinn, sem núna nýtekinn við ráðherraembætti, hann held ég sjá ekkert athugavert í bókun 35. Ég hef reyndar lent í þessu sjálfur svo að það sé tekið fram vegna þess að ég baði Eyjólf að koma hér í langt og gott viðtal á vettvangi spurninga og hann afþakkaði þess að þurfa að setja sig betur inn í málin áður en hann hefði eitthvað að segja. En síðan þá hefur hann mætt í hvert drottninga viðtal á fætur öðru aðallega á Ríkisútvarpinu. Ef hann ekki upptekinn við að taka skóflustungu af einhverjum áfanga í borgarlínunni sem hann var líka á móti. Það að segja hinn Eyjólfur var á móti. Já, það að segja þessari glæsilegu brú sem að fara að reisa fyrir alla þessa gangandi vegfarendur. Það mikið til í sjólu. Þetta fer svona þetta með alltaf sérstökum hættu á stað og þeir virðast ekki þurfa neitt á stjórnarandstöðu að halda, þau eru bara algjörlega sjálfbærir að... Þið eru ekkert byrjuð? Nei, við erum ekki byrjuð, sko. Þau bara gera þetta sjálf. En hvernig líst ykkur á það? Nú ætla ég að upplýsa það að þú varst á djamminu í gær með stjórnarandstöðunni og þar hafa menn verið að stilla saman strengi. Þetta virkaði nú bara eins og einn samhentur þingflokkur að sjá á myndum. Við sjáum mynd. Já, við sjáum mynd. Við sjáum upptöku á karaoke. Það var fínasta stemming í hópnum. Og ég held að þessi stjórnarandstaða, við þekkjum það náttúrulega vel miðflokksmenn að vera í stjórnarandstöðu. Það eina sem við þekkjum að segja. Fámennri en öflugri. Já, en það auðfundið að þessi stjórnarandstaða verði miklu öflugri. Ég held að segja, mér finnst ekkert allir að fara illa á stað. Ég meina, mér finnst eins og Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra, mér finnst hún fara glæsilega á stað. Mér finnst bara eins og hún hefur alltaf verið þarna einhvern veginn. Hún að fjölga lögreglumönnum? Já, og setja ykkur bönd á einhverja ofbeldismenn og henda Kúrani úr landi og eitthvað, þetta bara flott. En hún ekki að ná að leysa vandann milli saksóknarana fyrir yfirmanna sinna? Ekki ákveðin lausn ef að Kúrani fer eða? Það sé fyrsta versið. Hún náttúrulega með frumvarp til laga breytingar á lögum útlendinga, 80 frá 2016, afturköllun, sem ég tek undir, hún byrjar vel. Hún kemur svona sterkinn, óhrædd. Hún hafa alltaf verið bara, hún var... Hún náttúrulega líka bara fáránlega hæfi í þetta jobb, hún bara fyrir þetta saksóknar og veit alveg hvað hún að tala um. Já. Og ég held að sé lengi búið að svona vel, meginþorri þjóðarinnar sé búin að bíða lengi eftir því að þessum lögum verði breytt. Það sé hægt að afturkalla slíkar heimildir eins og hælis leitendur að fá á grundvelli einhverjar, væntanlega mannúðar og þess áttar hluta. Já. En ef þeir reynast svo ekki bara fungera í samfélagi og hafa einhver allt önnur gildi heldur en við kannski viljum sjá hér á landi, gerast ítrekkað brotlegir, ég byrju sakamál, sko, þá verður þetta bara ákvað að vera, það verður þetta að vera bakk út. Já, en ég held líka bara, þú veist, vil líka bara allir hafa þetta í lagi en kannski bara hætta að tala um þetta.
mér finnst, þetta ekki alveg nóg, sko, ég held að miðflokkurinn aðeins að fókusera of mikið á þessu útlendingamál. Já, nú voru verið að dómsmálaráðherra. En verður ekki að tala þau mál þar til að menn gera eitthvað í hlutunum. Menn hafa ekki verið, það var nú verið að fella dóm hér í Landsrétti yfir manni sem kallaður sænskur en eru palestínumaður, 7 ára dómur vegna vopnalagabrots þar sem hann skýtur fólk upp í Úlfarsárdal. Af hverju þetta fólk hér á Íslandi? Já, ekki verið að leysa úr því? Af hverju þessu fólk ekki bara flogið í einu hendingskasti aftur til Svíþjóðar og þeir látnir taka á sínum útlendingavanda? Ég held að það sé einmitt það sem verið að taka á. Við getum bara að fagna því. En það verið að gerast með því að það er rætt, eða ekki? Jú, en mér finnst þú gera fátt annað Stefán minn en að tala útlendingamál. Og mér finnst bara koma gott af þessu. Ég hef ágjörð þessum málum. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem ekki búin að flytja stefnuræðina, hún auðvitað ber ábyrgð á þessum hópi. Hvernig henni innanbrjóst þegar hún horfir upp á þessar glóríur sem að ráðherrar og þingmenn Flokks fólksins að gera? Ég ætla ekki að þykjast vita hvernig Kristrúnu líður en ég tel mér svona vera ágætna mannþekkjara og ég held að hún hafi frekar litla þolinmæði fyrir öruggleið sko. Þannig að það myndi maður svona ætla en eða ekkert sérstaklega vel með þetta sko. En hvernig tekur forsætisráðherra á svona sérstaklega þegar þetta á sér stað í öðrum flokki en hennar eigin? Getur hún komið böndum á menn? Er ekki fyrstu viðbrögð komin? Nú eru hvað þetta vikulegir eða það ætla að funda semst saman, allir 3 þingflokkarnir. Það viðbragð við þessu? Ég held að það sé augljóst að það verið að reyna svona... Ég meina, já, ég held að Þorsteinn Víglundsson sagði nú, ég man ekki út af hvaða máli það, jú, þetta Sigurjón Þórðarsinni var það ekki. Þú veist, hann sagði að eitthvað á það leið að menn þyrftu að átta sig á því að nú væri þeir orðnir valdhafar sko, og hafa sér eins og fullari fólk og ég held að það sé bara mergum málsins. Og Kristrún og Þorgerður þeirra býður æri verkefni að finna út úr því hvernig að koma böndum á þennan mannskap sko. Mun það takast? Já. Þorgerður alveg upp fullt af bönnum og hún finnur út úr því. Heyrðu, talandi aðra pólitík. Þú ert mágkona Hilda Björnsdóttur sem er oddviti Sjálfstæðismann í borginni, svo að það sitt ekki fram hér upp af umræðunar. Það var að koma ný könnun hjá Viðskiptablaðinu sem að sýnir talsverðar sviptingar í borgarpólitíkinni. Er Einar Þorsteinsson, er hann með stjórn á hlutunum? Ég meina að þessi fylgiskönnun kemur ekki vel út fyrir hann er þarna í rétt rúmum 3% með mann rétt, Hildur og félagar hennar í Sjálfstæðisflokknum með 31 eða 2%. Svo kemur Einar eftir þessa könnun í miklu viðtali hér á þessari stöð eða hérna á þessum fjölmiðli. Og ekki dagmála? Já, og tekur það býsna djúpt í árinni að meiri hlutin riði til falls. Ég held að hljóta að vera einhverja vendingar þarna og það er stór merkilegt. Ég meina vinstri flokkarnir hljóta að vera að tala saman og það er stór merkilegt ef að Sjálfstæðisflokkurinn færi inn í einhvers konar meiri hluta núna það hefur verið að rjúfa einhverja eyðimerkurgöngu síðastlega 15 ára eða svo. En hefur Sjálfstæðisflokkurinn einhverja hagsmuna því að fara inn í meirihluta þegar styttist í kosningar og fylgið er með þeim hætti sem við sjáum? Kannski ekki sko, en ég meina mér finnst það samt alveg, þú veist, sko, mótilegans dags var náttúrulega bara þannig að hann bara bjóð til meirihluta án Sjálfstæðisflokksins. Það var það eina sem að vakti fyrir honum. Þannig ég held að geta alveg verið til mikils að vinna að reyna rjúfa það minnstur og brjóta það upp. Dóra Björt, hún telur að það sé bara ekkert hætt í þessu, það sé ekkert að marka það sem Einar sagði þessu viðtali. Já, mér finnst það eitthvað ógeðslega fyndið. Þetta er svona eins og ef að eiginkonan í hjónabandinu segir að það sé allt í steik en kallinn segir bara nei. Það er alltaf erfitt sko að vera. Í þessu viðtali Einars kom ekkert nýtt fram meirihlutann en ég skil að fjölmiðla vanti umfjöllunarefni og það getur verið spennandi að reyna að búa til hugreiningatengsl að hlutirnir séu ykkur uppnámi. Græna gímaldið, helst upp í Álfabakka. Já, og borgarstjórinn sjálfur að tala að það sé ekki gott samstarfi. Það eitt og sér er bara bendið til þess að það sé þannig. En það ganga draugasögur það að það sé verið að reyna núna að mynda meirihluta án Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Já, ég meina, ég myndi gera það sama ef ég var í Samfylkinginni eða einhver. Já. Þannig að ég veit ekkert það, en mér finnst það mjög líklegt. Annars væri mannskapur kannski bara ætti að fara að snúa sig einhverja öðrum pólitík, sko, ef þeir eru ekki að því. Talandi borgarmálinu öðru leyti, trjáfellingar í Öskjuhlíð. Það virðist vera eitthvað málublandið, hvort að það eigi að fella tré til að tryggja flugöryggi fólks. Hvað gengur mönnum til sem að telja að trén eigi að njóta vafans umfram flugfarþega? Til að byrja með þá held ég að það... Ég bara skil þetta ekki. Var ekki löngu búið undirrit þennan samning, var ekki gert í borgarstjórnum til Jóns Gnarr? Trjáfellingarnar? Já, trjáfellingarnar. En þau virðast ekki geta komið sér í það og nú halda þið fram að það kosti 360 milljónir að fella þessi 1400 tré. Þá verður Inga Sæland að leggja tilbaka þessar 240, leggja inn.
Þá vantar þriðjung ennþá, 120. Ég veit ekki hvernig þetta er reiknað. Ef þetta er yfirleitt reiknað. Ég held að þetta sé bara búin til einhver talað sem að láta þetta líta svona út. Hvað er þetta mörg tré? Kostar það 360 milljónir að fella þið? Ég maður ekki, það var einhver staðar, ég sá það, var einhver staðar búið að reikna hvert tré myndi kosta. Já, þeir segja 360 milljónir, en svo erum við með samtöl við sérfræðinga í blaðinu hér fyrir vikunni. Skógarbónda, Bjarki Jónsson, hann telur sig geta gert þetta fyrir svona 10%, jafnvel 20% af upphæðinni. Einar Birgir, eskfirðingur og eigandi Tandrabrekks og Tandrabretti, hann var nú með Facebook-status sem þetta líka, sem hann er að velta vægast satt vöngum yfir í hvernig menn komast að þessum tölum. Ég held að fólk ætti að kíkja bara á Facebook-síðuna hans, ég held að hún sé meira upplýsandi heldur en þessi umræða sem er að koma fram í blöðunum og kostnaðurinn sem þar er tiltekinn. Þetta er algjörlega óskiljanlegt, en vissulega ef það var Ólöf sem að kasta þessu fram, þannig að ég er pólitískt ekki ábyrgur af þessu, en ef hann náttúrulega er á leiðinni mikið að fé í hús, en það er enda hjá ríkinu. Þannig að það getur ekki alveg sagði pottur, hann hjálpar borginni lítið. Ég vil nú líka taka fram að það baróst tíðindi af því núna í vikunni að það væru 40 milljarðar að koma í hús út af hugverkasölu, þar sem Kerecis selur hugverkaréttindi sín til móðurfélagsins í Danmörku. Það var nú kannski hægt að setja eitthvað af þeim peningum í að fella þessi tré. Já. Eða bara, eða bara hringi hennan bónda hann í mokkanum og biðja hann að klára málið. Redda þessu. Já, og bara Karolína Fönd og bara klára þetta. En hvað getur valdið því að Einar Þorsteinsson heykist á þessu? Er ekki myndur borgarstjóri sem segir, flugöryggi fólks er ógnað, við tökum niður þessi tré? Er það ekki augljóst? Jú, Einar er í einhverjum titringi. Það er ábyggilega, ég meina, hann vann stórsigur í borginni síðast og þetta er svona dálítið stjörnuhrap sem er að verða. Já. Hann er nú bara... Sínum tíma böðu þeir nú fram undir slagorðinu framsókn og flugvallavinir. Já. Þannig að við verðum að treysta á Einar í þessu. Annað sem að mér langar, ég ætla nú ekki að gera þetta sérstökum borgarstjórn þætti, en það er eiginlega ekki komist hjá því að fara yfir þessi málvarandi gatnagerðargjöldin hjá Reykjavíkurborg. Samfylkingin kemur nú og er burðarás í þessu meirihluta samstarfi með Einari Þorsteinsinni. Þau eru að boða á vettvangi ríkisins stór átak í húsnæðismálum til að koma skikki á þann markað sem að er fyrst og fremst í herpingi vegna þess að það er framboðsskortur á húsnæði. Á sama tíma koma sömu flokkar, auk Framsóknarflokksins, og leggja til hér stór auknar álögur á húsbyggjendur sem að sjálfsögðu leiðir út í fasteignaverð. Hvað manni fallast hendur yfir svona framgöngu? Ég er sammála því. Þetta er ótrúlegt að ætla að keyra þetta í gegn núna á þessum tímum og nú einmitt þegar ríkisstjórnin er á þeim stað að ætla að fara í einhverjar ótrúlegar aðgerðir á húsnæðismarkaði. Þetta er bara, enn önnur skattheimta í boði Reykjavíkurborgar, sko. Þetta er... Já, kæling á fasteignamarkaði. Þetta gerir fólki erfiðara vika að eignast húsnæði. Allt þetta. Já, og hækkun húsnæðisverðs kemur náttúrulega bara inn í vísitöluna, hækkar hjá okkur lánin. Á sama tíma við vorum að vonast eftir að þetta væri á leiðinni rétta átt, sko, vextir og þannig að þetta er algjörlega taktlaust. En er þetta til marks það að borgin sé í nauðvörn? Hvað varðar fjármál? Fjármál? Já. Já, hefur það ekki legið fyrir? Já, ég maður velti fyrir bara hvort þeir einfallega neyðist þess að vegna þess að það er ekki hægt að sjá rökin fyrir þessu. Þess að þetta talar gegn öllu því sem að menn boða, en af hverju fara með þá í þessa vegferð? Já, ég bara þekki það ekki, það getur vel verið, en ég held að fyrir pólitískt líf borgarstjóra þá held ég að sé komin tíminn til að rífa í handbremsuna, sko. Peningalega séð? Bara í þessu samstarfi. Og hvað þá? Bara sprengja meirihluta. Og mynda meirihluta með? Já, það er alls konar opsjónur á borðinu. Það er bara að finna út úr því. Sjálfur? Þú sprengir og hann leysir frá. Já, þetta er mjög góð lausn. Þú nefndir vaxtamálin. Seðlabankinn færði okkur nú góða gjöf á þorra, 50 púnta lækkun. Vextirnir komni niður í 8%, þetta er nánast ekki neitt. Þetta er nánast ekki neitt. Það er eins og einhver sagði, það tekuðu varla að borga þessa vexti. Þetta er ennþá svona samt vaxtastig á einhverju mafíustígi, sko. Já. En auðvitað jákvætt og þetta svo sem held ég var í kortunum. En mér langar aðeins að fá að koma inn í umræðana með okkur gatnagerðargjöldin í borginni. Auðvitað verður að fara, þarf Einar að hækka þau því að ef það er ekki verið að búa til neina nýja götur eða mjög fáar þá þurfa þær að vera svo dýrar. Það er þéttingastefnan. Það er bara verið að þétta á götur sem þegar eru til staðar. Það er ekki verið að brjóta nýtt land, það er ekki verið að búa til nýj svæði. En er þessi gatnagerðargjöld eitthvað að fara í
einhverju uppbyggingu? Ég meina, þú veist, ekki... Bara í hítina minna. Nei, þau hafa auðvitað ekki gert það eins og innviðagjöldin sem voru lögð á vegna vogabyggðarinnar. Þar komin gríðarleg byggð, en það bólar ekkert á innviðum. Og reyndar bólar heldur ekkert á pálmatrjánum sem átt að sitja þar undir glerhjúp, kannski sem betur fer. Ok, það er enda geðveikur listamaður sem átt að gera það. En það er, já, forgangsröðunin, hún alltaf á hreinu. En þetta fólki hlýtur að misbjóða þetta. Já, þetta er að minnsta ekki í takti við þá stefnu að það ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu. Þetta er þvert á þau markmið. Og ég held, þú veist, það er bara eins og Reykjavík hati íbúðauppbyggingu. Þeir verður bara að láta af þessu rugli, sko. Já, það er allavega... Liðka fyrir uppbyggingu en ekki vera að leggja stein í götu einhverja verktaka, sko. Aftur af vaxtamálum, hvernig líst ykkur á eiginlega stöðuna bara í hagkerfinu? Það eru öll þessi umræðum tollana, Donald Trump og annað, við erum ekki að ná í neina loðnu, það er herpingur í ferðaþjónustunni, ríkisstjórnin ætlar nú að fara að leggja á stóraukinn gjöld þar, erum við að sigla inn í erfiða tíma að öðru leyti því að vextirnir að lækka? Er það kannski til marks það að skóin kreppi, að vextirnir séu að fara hratt niður? Það er allavega að þú hlustar á valkyrjurnar, þá er talað um hagræðingar og að auka tekjur. Og hvað er það að auka tekjur? Ef að ríki er auka tekjur þá er það að hækka skatta. Þannig aukur ríki tekjur sínar. En þetta einhvern veginn verið slæta í gegn að því að þeir eru búin að finna nýtt orðalag í staðinn fyrir að segja hagræðing og hækkun skatta og þá hefðu allir reisið upp á afturlöfnur, býttu allir að fara að hækka skatta meira hérna, en þá segja sko hagræðing og svo tekjuaukning og það segir engin neitt. Það kallar þetta aðhald á tekjuhlið fjárlaga. Já. Þetta er svo típist fyrir pólitík, þessir orðalikir sem að snúast bara það að reyna að komast hjá vondri umfjöllun. Og svo náttúrulega framöndan, það er framöndan náttúrulega mál sem að rétt tókst að stoppa í haust sem er kílómetragjaldið á ökutækin. Mér verður mjög erfitt fyrir landsbyggðina og það var alltaf í kynningun á því máli sagt einmitt að þetta væri ekki aukinn skattur. Þetta væri bara breyting á innheimtukerfi. Olíugjaldi félli út, kílómetragjaldi kemur í staðinn. Það var aldrei sagt frá því að kolefnisskatturinn á eldsneytið, hann var náttúrulega hækkaður allverulega og bara til að setja þetta í eitthvað samhengi fyrir fólk að þá til dæmis vörubíl sem er keyrður 120 km á ári og flytur vörur frá Húsavík til Reykjavík og tilbaka, hann er í núverandi kerfi að greiða rúma 2 milljónir, 2,2-3 milljónir. Sami bíl fer yfir 7 milljónir í greiðslu í þessu kerfi. Úr 2,2 milljónum í 7 milljónir? Enda gerðist það, þegar að tókst að bjarga þessu við fjárlagagerðina síðast, náði þessu út, að þá steig þáverandi, nú þarf maður að geta sín, innviðaráðherra, fjármálaráðherra, eitthvað hafa búin að vera í ýmsum hlutverkum. Þá steig hann fram og segja að það verður þá að finna einhvers staðar annars staðar þessa 7 milljarða. Þetta var sem sagt 7 milljarða tekjuaukning. Skattaaukning. En þetta er aftur komið á þingmálaskrá. Og ég bara hugsa til þess með hryllingi fyrir fólki í landinu og svo alltaf sagt, þetta er eðlilegt því þeir verða að borga sem nota, þeir borgi sem noti. Það er í núverandi kerfi. Bíll sem eyðir mikilli olíu, ef hann er stór og þungur, hann borgar meira heldur en litli bíllinn sem eyðir lítilli olíu. Hann borgar hann nóg? Er ekki bara eðlilegt að þessi stóru þungi bíll borgi þessar 7 milljónir? 7 milljónir? Já. Það fer þó þú verður að klára þá spurninguna, er þá ekki eðlilegt að hann yfirfæri það í vöruverðið, þjónustugjaldið sitt sem vestlurinn hækkar þá bleiurnar og mjólkina og það allt saman, sem að fer inn í innkaupakörfuna þína og í vísitölun og hækkunar lánunum. Ef við erum sátt við það, þá er þetta alltaf að gera með það. Ég bara frábært. Ég var æðislegt alveg. Akkurat það sem flestu ungu fólki vantar sem er að berjast við að komast inn á áðurnefndan húsnæðismarkað. Það er að fá talsverða hækkun á flutningi út á landi, þannig að bleiurnar kosti nú örugglega meira og mjólkin meira. Hvað segir neytendaframleiðurinn yfir þessu? Ég er náttúrulega bara til allar hamingju meira og meira fótgangandi, þannig ég bara er ekkert mikið inn í þessu máli. Þannig þér er alveg saman fólki á Húsavík, sem við erum að reyna að sitja hér í samhengi. Nei, ég bara er
mjög illa að mér í þessu máli, ég veit ekki nákvæmlega hvað það snýst. Þú ert betur að þér í einu öðru máli sem ég langar til að ræða við ykkur hér rétt í lokin. Það varðar reyndar Flokk fólksins og framgöngu þeirra, ræddi það hér aðeins í inngangi mínum. Þú varst nú ritstjóri Fréttablaðsins á sínum tíma, svo það sé tekið fram að það var ekki þú sem settir það á hausinn. Nei. Það gerðist eftir þinn dag. Það var minna eftir maður. Já, þið kerði þetta alveg. Já, og nú var þetta samstarf með þinn. En það eru þessar hótanir í garð fjölmiðla það að þessir ríkisstyrkir sem eru auðvitað til óþurftar svona almennt séð. Þetta nú væntanlega ekki til þess að hækka okkur á listum yfir á spillingarvísitölum og öðru slíku þegar að stjórnmálamenn eru farnir að vaða með þessum hætti fjölmiðla vegna gagnrýni eða fjölmiðlafjöldunar. Já, og taka fjölmiðla sérstaklega út fyrir svega eins og þennan hér. Mér finnst þetta bara, þú veist, þetta er ósmekklegt og þetta er ekki bara í takti við neitt, sko. Ég held að þetta fólk ætti bara að beðast afsökunar og skamma sín og læra á þessu og gera þetta ekki aftur. En af hverju hafa öflugir stjórnmálamenn eins og dómsmálaráðherra sem að þú er í miklu metum og forsætisráðherrann, af hverju hafa þeir ekki spyrnt við fótum af fullri hörku og sagt hingað ekki lengra? Já, ég er bara sammála því, það ætti að gera það og þetta er bara svona tilfelli af því að skjóta sendiboðan eins og sagt er. Og ég er bara svona húmor fyrir flestu en eiginlega ekki því. Nei. Get alveg sagt það. Þegar verða útrópa þig, Stefán minn. Auðvitað er þetta erfitt fyrir okkur, þína aðstandendur. Já, það fór sér stendur mín næst. Það er svolítið augljóslega beint að Morgunblaðinu. Það er nú held ég að liggja alveg fyrir. En að einhverju leyti líka sín sem að hefur líka verið að fjalla þessi mál. Þetta eru þessi stóru miðlar sem að hafa fengið hlutfarslega minnst af þessum ríkisstyrkjum. En Logi Einarsson og hans fólk, þau eru búin að lýsa því yfir að þau ætli að lækka þakið og svo koma samstarfsmenn þeir eins og Sigurjón Þórðarson og tala bara fullri alvöru að það er refsa fjölmiðlum fyrir umfjöllun. Já, Inga Sæland gerði það líka þegar umfjöllun styrkjamálið hófst. Sagði að þetta snýrist alltaf einhverja útgerðarprinsa í hádegismóum. Þetta er bara, þetta er ekki bara ósmart, þetta er líka bara, sko, þetta er bara eitthvað svona prinsippleysi í nýjum hæðum, sko. En þetta kerfi sem við erum komið með að einkareknir miðlar á markaði séu orðnir háðir því hvað pólitíkin ætlar að gera, hvað þeir ætlar að skammta þeim mikla peninga. Ég er gjörsamlega óþolandi. Algjörlega galið kerfi. Það er algjörlega rétt. Fíllinn í stofinni er RÚV. Já. Á meðan við erum með RÚV í núverandi mynd þá verður ríkið alltaf með alla aðra miðla á fullu fæði líka. RÚV kemur aðeins til umræðu hér í seinni hluta þáttarins, þannig að við skulum ekki gera meira með þau mál. Bara rétt í blálokin. Þingveturinn sem enn lifir og fram á vorið. Verður þetta skemmtileg þing? Munum við sjá, verður þetta flugveldasýning á báða bóa? Með hverjum siturðu? Það er nú alltaf spennandi á þingsetningu. Já, ég er reyndar fyrst held ég sæti ekki með neinum, því að þegar ég var búin að draga þá var enginn í stólunum sikkur með við mig. En svo kom ég í ljós að ég held að Bryndís Haraldsdóttir sé öðru með við mig, en hitt sætið held ég að sé varaþingmannssæti. Þannig að ég er með Dolly Space. Já, flott. Ég get haldið áfram að hlaða utan á mig. Getur látið þig gossa. Getur látið þig gossa í matræði. Flott. Það er gott. En já, ég held að þessi vetur verði fyrir pólitísku áhugamenn, þá verður hann mjög áhugaverður. Því ég held að verði Dolly mikið, sjáum bara hvernig þetta fer á stað. Já. Við erum ekki einu sinni byrjuð að punkast í þeim. Nei. Og ég meina að þetta er gríðarlega öflug stjórnarandstaða, það verður ekki annað sagt. Ég meina ég held að séu 5 eða 6 fyrrverandi dómsmálaráðherrar í stjórnarandstöðinni. Það er náttúrulega verður alveg áskorun fyrir sitjandi dómsmálaráðherra. Svo er bara, það er stuð í mannskap, það er þetta formannskjör í Sjálfstæðisflokknum og mér hefur nú bara fundist Áslaug Arna vera mjög öflug og hún var svona eina sem hóf stjórnarandstöðina áður en að þingi hóf, sko. Er ekki yfirvofandi formannsslagur í Framsóknarflokknum líka? Ég les þann í stöðuna. Ég náttúrulega þekkti þann flokk ágætlega á sínu tíma og þeir hafa nú oft passað sig og verið svolítið orðvarir. En ég sé ekki betur en að Lilja sé bara svona... Að búa sig undir þetta? Hún er allavega að kanna svona hvernig salurinn liggur. Er Sigmundur Davíð valtur í sessi? Nei, Sigmundur er ekki valtur í sessi. En er hann íhuga formannsframboð í Framsókn? Sigmundur? Nei. Ég segi eitt þarf ekki útiloka annars. Nei. Ég held að Sigmundur sé þar sem hann vill vera. Já. Með það fólk með sér sem hann vill hafa með sér. Já. Og ég held að hann líði vel. Og ég held að við munum sjá það í vetur þegar hann dettur í gírinn. Það er nú ekki auðvelt fyrir stjórnina að eiga við hann þegar hann fer á stað. Nei, svo ertu líka með, einn kollegin er náttúrulega skemmtilegasti þingmaður allra tíma. Sigurjón Andersen. Já, og það er reynsla. Já.
Já, fyrrum dómsmálaráðherra. Mér fannst Sigmundur ansi góður í hlaðvarpi sínu sjónvarpslausi 50 dagar þegar hann var að ræða við Bergþór og þeim virtist brugðið yfir því að þeir var ekki lengur 2 heldur 8 í þingflokknum og hann sagði þetta ótrúlegt með okkur, við fjölgum okkur eins og kannir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Þorgrímur og Ólöf, óska ykkur góðar helgar. En ég hvet ykkur til þess að staldra áfram við skjáinn. Hér handan við hornið ansi ítarlegt og langt viðtal mitt við Pál Steingrímsson skipstjóra sem að tengist Byrlunarmálinu svokallaða, eitt alvarlegasta og leið áhugaverðasta mál síðari tíma. Hann ætlar þar að rekja söguna frá sínu sjónarhorni og ég alveg viss það að þetta viðtal á eftir að hafa afleiðingar. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. GLC frá Mercedes-Benz klár í hvað sem Komdu og reynslugtu. Askja. Paulsen skiptur bílrúður. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bókaðu tíma á paulsen.is. Ég heiti Maja Ben. Ég búin að velja mína uppáhaldsliti fyrir árið 2025 til að hjálpa þér að skapa hið fullkomna rými. Welcome to my house, let's move our body. If you need a place to share what's in your body. Komdu og reynslagtu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Hingað kominn ágætur gestur. Hann með fengsælustu skipstjórum Íslands í að verða fjórðung af öld, 25 ár. Og með langan sjómannsferil að baki áður en að því koma að hann fór að stýra stærstu fiskveiðiskipum þjóðarinnar. Þetta Pál Steingrímsson. Hann hins vegar ekki kannski þekktur fyrir akkurat það, heldur eitthvað allt annað. Og ég ætla að ræða við hann hér mál sem að hafa skekið Íslands samfélag síðustu ár, tengjast Samherja og hans persónulegu högum. Blessaður Páll. Takk. Velkomin á svæðið. Og takk hérlega fyrir að bjóða mér. Þetta ekki ósögum sagt, þér var eiginlega varpað inn á hið pólitíska svið frammi fyrir alþjóð nokkuð óvænt fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Við skulum bara orða það þannig hreint út, Stefán, að þarna voru bara ákveðin hópur blaðamanna sem átti harma að hefna, tel ég. Vegna þess að þeir fóru á stað með ákveðið agenda gegn því fyrirtæki sem ég vann hjá eða vunni hjá. Og ég fór svona bara í aðeins að spyrna við fótum. Þetta var nú eiginlega svona fyrst bara ganni gert. Ég tók þetta nú ekki sérstaklega alvarlega því mér fannst þessi skrif og annað sem ég voru að fara fram með bara óttalega léleg. Þurfti ekkert mikil lestur eða nota Google mikið til að sjá hversu illa framsett þetta var. Þú ert að vísa þar í þessi svokölluðu Samherjamál, þar sem stjórnvöld, Seðlabanki, saksóknar og fleiri sóttu að Þorsteinum á Baldvinsinn og Samherja. En þú sem skipstjóri ferð, og nú hef ég fylgst með þér á Facebooki gegnum tíðina, að þú ert ritfær og orðkvass, getur verið það. Þú byrjar að birta greinar í blöðum og á veftímaritum. Já, sko, með að skilja eitt. Ég búin að þekkja þessa menn í yfir 30 ár. Ég fer þarna á sínum tíma til þarna upp á 90, fer að vinna hjá þeim og eitthvað við þetta bara nánast skikkar Þorsteinn mál mig í stýrimálaskólann. Bara tilkynni með það á bryggjunni eitthvað við þetta að ég þurfi að fara í stýrimálaskólann því hún fara að vanta stýrimenn. Og ég var svona eitthvað svona, þú veist, ég var að byggja og þetta var svona allt á þessum tíma og ég segi nú við hann, ég ætla nú að gera þetta. Nei, þú þarfst fyrst að gera þetta. Og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af
peningum, við munum styðja þig, við munum hjálpa þér, þannig byrjar í rauninni mín samskipti við þá frændur. Og þegar að þessi stormu fer þarna á stað 2012, ég hafði minnstar áhyggjur af Seðlabankamálinu. Þegar leið og ég sá hvernig það var í grunninn byggt, þá bara, þetta aldrei að fara að fljúga. Ég veit alveg hvernig Þorsteinn og ég ber ofboðslega mikla virðingu fyrir þeim frændum og ég get bara alveg sagt að síðustu 4 hafa ekki orðið til þess að svo virðing hafi minnkað. En Seðlabankamáli var eiginlega bara þannig uppbyggt að þegar þeir ætla að fara að bera þetta fram með karfan og karfaverð ég bara, Stefán, ég hristi bara hausinn og ég skil ekki hvað Seðlabanki var að rembast lengi með það mál. Seðlabanki var rekinn tilbaka með þetta. Já. Síðan sakamálarannsókn og það rannsókn sem varðar meintar mútur suður í Namibíu og annað í þeim dúr. Leggjum það til hliðar. Þú tekur til varna fyrir þessa menn sem að þér annt og þú trúir ekki að hafi gert neitt af sér sem ekki stenst dagsljósið. En þegar þú ferð að blanda þér í umræðuna þá verður þú skotspónn þessara sömu fjölmiðlamanna. Já, það má eiginlega segja það að þegar ég fer svona að rísa upp til varnar og ég verð mjög fljótt var við það, Stefán. Bæði í einkasamskiptum og símhringingum og öðru að fólk fer að hringja og spurja, hvernig veistu þetta? Og ég sagði, ég byrjaði bara á því að ég fór bara strax inn á Wikileaks og fletti í gegnum þessi 32.248 skjöl. Ég byrjaði bara á því og þar kemur bara ljósa stæðsti hlutina af þeim skjölum sölu og fiski og morgunskeyti skipana, öll fiskiskip hjá fyrirtækinu, senda skeyti á morgnana hvað var framleitt síðasta sólarhringinn og þetta í svona grunninn þau gögn sem þarna inn á Wikileaks. Og hvernig ætlar þú að finna eitthvað saknæmt? Það eru 1043 e-mail á milli yfirmanna fyrirtæksins. Það alltaf sumt. Þú þurftir ekki að lesa 32.248 skjöl. Það algjör óþarfi. Og þú sérð ekkert í þessum gögnum sem saknæmt? Nei, þessu þyrlað upp, Stefán. Og við þurfum ekki að fara svona langt aftur í tíman. Skoðum bara hvað gerðist í síðastlið haust. Allir fjölmiðlar, og taktu eftir Stefán, allir tóku upp 1500 skilaboð milli Þorsteins Más og Jóhannesar Stefánssonar. Enginn spurði hvað var í þessum skilaboðum. Veistu hvað var í þeim? Mái, ertu við? Mái, geti hringt? Mái, hvar ertu? 72% af skilaboðunum með þessum hætti frá Jóhannesi að reyna sambandi á Þorstein Má. En maður gerðu dálítið úr þessu vegna þess að fyrirtækið hefur gert lítið úr þessum samskiptum og sagt, já, þau voru nær engin. Já, það er alveg rétt. Þannig að það er ekki óeðlilegt að fjölmiðlar velti vöngum yfir því þegar það kemur í ljós að þessi samskipti eru þetta mörg. Já, en það ekki bara eðlilegt að spyrja líka, hvað var í þeim? Jú. Menn verða að skoða málin bæði efnislega og formlega. Já, og býta aðeins, leið með þá að klára, við konur í samskipti. Það eru þó nokkuð margir fjölmiðlamenn með gögn málsins míns. Það er enginn tekið upp svo mikið sem eitt e-mail þar sem að Þóra Arnórsdóttir til dæmis að óska eftir því að fá enga síma minna fyrirverandi. Hvers vegna? Það er þá allan í þeim gögnum samskipt sem benda til glæpsamlegs athæfis en það kemur í ljós í bæði bréfi lögreglustjóra sem að ríkissaksóknari staðfestir að rafrænu gögnum var eitt. Förum yfir þetta mál í tímalínu. Já. Það verða þarna mjög alvarlegir atburðir sem að nánast draga þig til dauða. Já. Geturðu sagt mér eða lýst fyrir mér þeirri atburðarás? Já, menn verður gerð sig grein fyrir því þetta er þetta ofboðslega persónulegt. Og það vill svo til að ég er búin að hitta fólkið sem að tók á móti með nóttina sem þetta gerðist og ég hef einnig talað við aðeila sem voru á bráðamóttökunni. Þannig ég er búin að fá mjög ítarlega lýsingu á því sem gerðist þessa nótt. Og við getum bara að byrja svona í aðdraganda, ef þú segir tökum tímalínu, þá skulum bara byrja
Ég bara byrja 29. apríl 2021. Þá kem ég í land á Bergvafi í Vestmannaeyjum og kem inn til Reykjavíkur. Ég var að gera upp íbúð hérna sem að dættu mín alltaf verið í að þeir var að fara í háskóla. Ég fer svo á Hótel Óðinsveg og gisti þar og þar kemur mín fyrrverandi og býður mér upp á bjór og hvítvín og ég og svona. Það er alltaf sérstakum með það, ég vil helst ekki drekka fyrst eftir að kemur í land. Ég er bara svona koma að sofa og svona. Þannig ég neitaði og hún svona þráast eitthvað við og enda með því ég bara ákvað að keyra norður. Ég nennti ekki, ég bara nennti engum illindum. Það var búið að vera erfitt. Já, hún það er bara mjög andlega veik og meðan að hún hafði sjúkdómsinnsæi þá var hún búin að fara, hún var búin að fara upp á spítala, hún láta taka sneiðmynd af hausnum og hún hélt að vera með Alzheimer, hún hélt að vera með krabbamein og hún var svona, þú veist, að því hún gerði þessi grimmfri hlutinni voru ekki í lagi, hún var ekki, þú veist, það er bara í samskiptum fólks þá kemur bara fram með eitthvað óeðlilegt og hún bæði skynjað og fann það. Og ég var búinn að ræða við hana þegar ég sá hvað þetta versnaði þarna mjög hratt í ársbyrjun 2021. Við erum að gera eitthvað. En því miður, Stefán, þá lendir hún á þeim tímapunkti í höndunum á Láru Júlíusdóttur. Og Lára keyrir bara upp rankomindirnar. Var það vegna yfirvofandi skilnaðar eða einhvers líks? Nei, reyndar ekki þá, því þær hugmyndir koma reyndar ekki fram fyrir eftir hún að hitta Láru. Hún fer á fund með Láru Júlíusdóttur og þá bara kemur hún af þeim fundi og segir mér það bara, hún vilji bara skilnað og hún jafnframt bara tilkynni með það að Lára har sagt við hana að Samherji væri bara ógeðslegt fyrirtæki og ógeðslegir eigendur og þeir væri bara að misnota mig. Og ég auðvitað skýrði þetta, þessi viðbröð Láru einfaldlega vegna hún auðvitað fyrrverandi bankaformaður Seðlabankans í Samherjamálinu fyrra. En ég sem Már Guðmundsson fór á fari. Já, og ég einhvern veginn, Stefán, ég ætla bara að hvíla mig á þessum slagsmálum og illindu sem var búin að standa meira og minna yfir í rúmt ár. Þannig að þú ekur norður þetta kvöld? Nei, ekki þarna. Hún fer norður þarna í janúar 21. En af hótelinu? Já, en af hótelinu í apríl, þá ker ég norður. Hún kemur svo eftir mér og ég vissi nú ekki að hún bara birtist allt í henni fyrir utan húsið okkur og við bara tók svona smá spjall og hún fer. Segir enda við mig að þú ert búin að vera duglegur og þú ert skilja að fara eitt bjór og ég segi bara, já, ég ætla bara að klára hérna, ýmislegt sem ég þarf að gera. Nefnum svo ég bara elda kvöldi fyrir mig og eldri mína. Og eldri dóttir mín spyr mér svona hérna, ef ekki að bjóða mömmu. Og hún kemur og ég hugsa hún verður til friðs. Þegar að dóttir okkar á svæðinu. Og svo bara fer hún og ég fer bara inn í rúm og hún kemur svo aftur og kemur með bjór. Og þetta var svona hefð sem við erum búin að tileinka okkur. Að hún, ef það var ekki til kaffi, þá tók hún svona lítil bolla og hellti bjór og rétti mér afganginn. Og hún fór svo út á pall og fekk sér eina síku og drakk þetta. Og ég tek bjórn og segja, nei, veistu, ég er búin að tannbursta mig, ég ætla ekki að fá hann bjór og hún byrjar eitthvað, þannig ég skell honum í mig. Og ég finn það og ég segja með þess að við hann, hann er eitthvað beiskur. Og hún segir, þú veist að Túli er ekki beiskur. Ég bara, ok, nei, þú veist, ég er bara þreyttur og ég nennti ekki að rífast. Ég bara vakna síðan 3 sólarhringa seinna. Þú veist ekkert af þér eftir þetta? Nei. Ég fyrir bara að sofa, þetta er bara rétt miðnætti, klukkutíma rúma seinna. Þá gerist eitthvað allan að ég veit ekki hvað það er. Nefnum ég kemst út til nágrannar minns við hliðina, rétt 2 nóttina. Næ þar að banka á dyrnar og hníga niður í fangjaðin.
Og þar í raun að Stefán voru fyrstu mistökin gerð í málinu. Vegna þess að þegar þau hringja í 112 og biðja aðstoð og það er hálf óhugnanlegt að lesa samtalið á milli nágranna minns og 112 miðað við stöðun sem þau voru í. En það sem þau gera ekki, að þau láta lögreglan ekki vita, ef lögreglan hefði mætt og heyrt mig segja að ég teldi mér hefði verið byrlað því ég geri það svo sannarlega. Þau vitna það? Já, þau vitna það og það kemur fram líka í sjúkrabílum. En þá ef að lögreglan hefði verið á svæðinu, þá hefði þau krafist þess að lífsýni yrði geymt. En það var bara ekki gert. Það er ekki gert á spítalinu fyrir sunnan heldur? Nei. Og þú ert fluttur í dauðans ofboði beinaleið suður eða ferðu fyrst inn á spítalinu? Ég fer inn á spítalinu á Akureyri og fer í fyrsta hjartastoppið 6:30 morguninn. Og mér sagt af starfsfólk sem var á vakt að ég hef farið 4 sinnum í hjartastopp. Og hérna meir það hefði verið búið að ná í það kallað dauðavagnin sem voru settur á þegar verið að gefa þér svona ítrekkastuð. Og það í framhaldinu bara tekin ákvörðun það að svæfa mig og senda mig til Reykjavíkur vegna þess að það sé bara betri mannskapur og betri búnaður til þess að halda mér á lífi. Vita heilbrigðisstarfsmennirnir fyrir norðan hvaða sem amar að þér? Hvað veldur því að líkaminn að gefa sig? Nei, þeir taka fullt af testum. Þeir leita eftir fíkniefnum, það leitaði eftir alkóhóli, en það aldrei leitað eftir efninu sem að ég innbyrsti. Og það var reynt á gjörgæslunni í Reykjavík, á nýrnadeildinni fyrirgefðu, þá líka tekið og reynt að leita þessu efni en það bara farið úr líkamanum. Ég talaði við manneskju sem sérfræðingur á sviði og hún skoðaði þetta og hún sagði að þetta efni, helmingatími þess svo hraður að miða við hækkun á eitrun í nýrunum að þér, þá má rekna með þetta verið 15-20 pillur af svefnlyfi en út frá þeirri tölu þá reknar út að það farið úr líkamanum á 26 klukktíma. Hvaða efni þetta? Ímóan, svefnlyf. Fyrir óvana mannesku þá eru 4 pillur lífsættur og skammtur. Þú ert nú heljarmenn að vöxtum. Það yfir 2 metrar og 120 kíló, já, þannig að það má segja að starðin bjargaði mér í þetta skipti. Já. Og þú lifir þetta af augljóslega, þess vegna ert þú hér. Já. En það mátti litlu muna. Börnin þín eru kölluð nánast á dánarbeð. Já, börnin mér voru kölluð út á flugvöll og ferðandi tengdamóða minn og þeim var bara ráðlegt að kveðja mig. Já. Það var bara ekki talið víst að ég myndi hafa þetta af og líkurnar reyndar voru mér ekki í hag. En það engar sannanir fyrir því að þetta efni hafi verið sett í bjórinn? Nei, það engar beinar sannanir, vegna þess að það var ekki að leita eftir því. En hvernig veistu þá að það var þetta svefnlyf? Ég þekkti bragðið af því. Þú hefur tekið svona töflur áður? Já, þegar ég var að byrja sem stýrimaður, að þegar maður rétta sig af að þegar þú ert á næturvakt, þá var hjúkrunarfræðingur sem tengdist með fjölskylduböndum. Ég var að ræða þetta við hana, mér gengi illa að snúa sólhringnum við og hún sagði, taktu bara þetta lyf, þarftu til 3 daga og þá varstu, og það var bara það sem ég gerði. Bara þegar ég byrjaði eftir frí, farið sem stýrimaður, þá bara tók þetta í 3 daga og þá var ég búinn að snúa sólhringnum við. Er þetta lyfseðilsskylt lyf? Já. Og var þetta lyf til á heimiliðinu? Nei, mín fyrirverandi hefur sambandi við mig og þau samskipti mér sér til. Óskar eftir því að spyr hvort ég geti reddast því hann gangi eitthvað illa að sofa. Og ég á vin sem læknir. Ég bið hann að bjarga svo ég geri það 20. apríl. Þannig að það er vitað að hún hafði þessi efni undir höndum? Já. Hún leysti þau út. Það á hreinu. Hvað, þú liggur á gjörgæslunni, milli heims og helju, í 3 sólarhringa. Þú raknar úr rottinu og nærðir. En það er atburðarásin í raun á meðan þú ert sofandi og strax í kjölfar þess sem er kannski
stóra ástæða þess að við sitjum hér gegn hvor öðrum í dag? Já. Það þannig að auðvitað eins og í þessu og þegar ég fluttur þá verða að ég taldi allt mitt persónulega dót eftir eins og sími og talva og annað þess aftar. Og ég var ekki svona neitt rosalega upptekinn af því með stöðun og svo bara þegar ég ranka við mér þá komu nú börnin mín og heilsa upp á mig og ég byrði bara eldri dóttur mína því hún ákveður að fara norður og vinna. Þannig bara settu bara föt honna í tösku og reyndu bara að koma í suður. Ég finn einhvers að pikka það upp og segja mamma hérna. Ég bara allt í lagi og yngri dóttir mín lánaði mér iPad. Því það var fullt af fólki sem hafði gríðarlegar áhyggjur. Starfsfólk Samherja hafði miklar áhyggjur og fréttir útfluttum í sjúkraflugvél og hvað komið fyrir og svona og ég og svo þetta fara á stað alls konar sögur, það er nú bara þannig. Nema að þegar við sitjum þarna með iPadin þá spyr sonur minn mig að því ertu ekki með Samsung account? Ég bara, jú. Og hann bara gefa hann það upp og svo segði hann pabbi síminn upp í Efstaleiti. Ég segi bara, nei. Þá hefur hann verið nýjar gjörgæslu, þá hefur Þórunn verið með hann þar. Og hann bara, nei. Það er kveikt og slökkt á hann upp í Efstaleiti. Þetta allt loggað í Samsung kerfinu? Já. Og ég var svo ekki að spá neitt í þetta. Mér fannst þetta bara fáránlegt. Ég bara segir alveg svo mér fannst bara fáránlegt að sími minn hefði farið upp í Efstaleiti. Nema svo líður þarna... Hann átti ekki neitt erindi þangað? Nei. Þess að bara fannst mér þetta bara algjörlega galið. Nema svo þegar ég fæ töskuna, mín fyrrhundi kemur með töskuna og síman og fyrsta sem ég reka augun í að það eru 47% eftir á símanum sem ég fannst bara galið þannig að þetta var strömmlaus með hvað ég var lengi búin að vera án hans. En ég tek hann upp og opna hann og ég sé að það er eitthvað að. Bara kveiki ekki perun og það er þannig, Stefán, þú hefði búið að dæla með mikla lyfjum í þig. Þetta var fólk búið að berjast við það í 3 sólarhringa að halda þær á lífi og það var bara gert með öllum tiltækum ráðum. Já. Að reyna að hjálpa það. Ég mátti ekki drekka vegna þess að þeir voru að dæla vökva í gegnum líkamann til að skóla út úr nýrunum, eitruninni. Þú ert búinn að fá hjartastuðtæki á brjóstkassan, æ ofan í æ. Já, og búið dæla í mig alls konar lyfja og settu lyfjabrunnur og ég með ör eftir það hér, ég er nú með 2 ör á bringunni sem minna mig á þessa nótt. Og það sem var bara lyfjum dælt beint inn í hjartavöðunar. Hvernig áttaruð á því þegar þú heldur á símanum svona veiklaður að eitthvað er ekki í lagi? Ég veit ýmislegt tæknimál og ég sé það bara, ég ger mér ekki alveg grein fyrir strax hvað það er, ég bara sé að það er eitthvað ekki í lagi. Svo flýg ég heim og bæði líkamlega og andlega líðan mín var bara í ruslflokki, bara vægt til orða að tekja. Ég vissi að eitthvað kom fyrir, hvað það var, gat ég enga meginn fókusað á, eða fundið út hvað væri. Svo ég bara tekja rúnt niður á bryggju, sjómenn gera það nú mjög oft, þeir fara oft bara niður á bryggju og rúnt svona, maður fyrir bara að skoða þetta og þá tek ég aftur upp símanum sem það var eitthvað þarna sem ég ætlaði að skoða alltaf. Ég tek hann upp og ég bara, það er búið að afrita hann. Og ég bara fletti, það er bara klárt, það er búið að afrita síman. Og það hefði verið gert með aðgerð sem heitir NFC. Þú notar hana í dag þegar þú borgar með símanuðinum. Hún var yfirfærð yfir í það seinna meir. En hún var áður fyrir notu til þess að afrita síma, þannig að þú keyptir bara nýjan síma og settir bakið á nýja og gamla síma saman og það afritist og bjóstu bara til klón. En aðgerðin býr
til fótspor. Það detta út ákveðin upp af skjánum hjá þér sem gerast í þessa afritun. Og ég hringi í vin minn sem var í lögreglunni, vissi hann var í fríi. Hann hafði lent í slysi og var kannski ekki vita hvort hann færi aftur að starfa sem lögreglumaður. En ég hringdi í hann svona og fengið upplýsingar, leiðbeiningar hvað ég að gera. Og ég bara útskýri fyrir honum og hann segi bara farðu bara lögreglustjóðpalli, kærðu þetta. Nú ef það gerist ekkert, þá bara gerist ekkert og kærinn verður bara sett í ruslafötuna. En ef það kemur eitthvað fram sem bendir til þess að það er rétt fyrir, þá ertu búin að kæra. Og ég fer svo upp á lögreglu 14. maí og tilkynni þetta bara samviskusamlega. Svo liður þarna einhverju dagar, ég var nú þurfti reglulega að fara í blóðpröfur. Það var að fylgjast með eitrunni úr nýrunum. Nema 21. maí, þá hringja þeir félagar með 10 mínútna millibili, Þórður Snær og Aðalsteinn Kjartansson. Og ég hafði það, Stefanar, ég hafði alltaf á tilfinningunni að ég myndi fá símtal. Þannig ég setti upp forrit í símanúmer sem tekur upp símtöl. Þannig þegar þeir hringja, það teki upp símtölin. Þetta eru símtöl sem þú átt? Já, ég á þau. Og við buðumst til að leggja fram í rétti þegar að nafnið var kærður fyrir meðaramál, dómarinn reyndar hafnaði því. En þeir hringja og ég var nú svo góði við aðsting, ég var að hún við. Ég sagði þeim það, þeir myndu nú ekki ríða feitum hesti frá þessum verknæði sínum. Þennan dag og þessi símtöl vitnar ljóslega að þeir hafa gögn úr þessum saman síma. Já. Og Aðalsteinn Kjartansson og Þórður, þeir eru ekki starfsmenn RÚV, þeir eru ekki með skrifstofur upp í Efstaleiti, er það? Nei. Og það var til þess eitt sem kom mér á óvart þegar ég fór að skoða á þessum tímapunkti. Þegar Aðalsteinn hringir, þá sé ég það að hann hættir á RÚV daginn sem ég er fyrir sunnan. Og hann hættir fyrir hádegi á RÚV og fer á stundin eftir hádegi. Eftir að síminn er komin á flakk? Nei. Þegar ég kem til Reykjavíkur og þegar ég kem í land. Ef að ég drukki kannski bjórinn sem ég var boðinn þarna á Hótel Óðinsvéum, þá hefði ég kannski bara náð hann og þar. Og það er alveg ljóst, Stefán, og það liggur á borðinu. Og RÚV var búið að kaupa síma. Áður en ég veikist. Hann er keyptur í apríl. Það er til reikningar sem sanna það. Það er Samsung sími? Það er Samsung sími, með næstíðin sama númerum mitt er. Hverju munar á þessu númerum? Einum tölustaf, síðasta tölustafnum. Er það tilviljun? Já, þá er mjög óheppileg tilviljun fyrir þau. En þú veist það að ef þú skoðar yfirleitt á símareikningunum að það er alltaf 2 krossar í 2 síðustu stöfunum. Hvað lestu í það? Ég les kannski, ég ætla að veist, hafi þetta verið skiplagt, þá var einhver sem vissi það að það voru 2x yfir síðust tölustofunum. Og þá er tilgangurinn augljós. Hafi viðkomandi ekki vitað þetta, þá er það bara svona ótrúlega óheppin. En eins og ég hef alltaf sagt, sko, mér finnst það rauninni óhugnanlegasta tilfinningin, Stefán. Ef að starfsmenn ríkisfjölmiðils hafa skipulagt sig með þessum hætti. Þú trúið því sem sagt að þau hafi keypt síma, fengið þetta númer sem er nánast það sama og þitt og svo lagt ráðun það að komast yfir símtækið. Já. En nú felast í þessu þetta alvarlegar ásakanir að setja gríðarlegt magn af svefnlyfjum í bjór eða drykkjarföng til þess að ná síma. Hefur einhverju ekki verið gerður að því að fá viðbrögð þinnar fyrirverandi eiginkonu? Hún situr auðvitað undir mjög alvarlega ásökun með þessu. Hún hefði búin að staðfesta það að hún hafi látið starfsmenn RÚV hafa síman. Hún hefur staðfest það? Já, hún mætti hjá héraðssaksóknara
fyrir hausti 2021, 10. september 2021 og hjá Héraðssaksóknara ekki lögreglunni á Akureyri, þannig að hann ekki hægt að kenna lögreglunni á Akureyri það, en hún mæti þar og staðfesti það, hún hafa látið starfsmaður RÚV hafa símann. En hefur hún staðfesti að hafa látið efnin í bollan? Já. En af hverju hún ekki ákærð fyrir það? Sko... Þetta munið að minnstu að þarna þetta þeirra aldur til það? Já, sko, máli að hún staðfesti það í fyrstu yfirheyrslu á sínum tíma og í rauninni þá á þeim tímapunkti að segja alla söguna. En Lára Vaff Júlíusdóttir sem var þá lögfræðingur hennar og það er alltaf sérstakt í aðdraganda þessar yfirheyrslu að þá var Lára búin að gefa út að hún ætlaði ekki að vera lögmaður hennar í lögreglurannsókninni heldur bara í skilnaðarmálinu. En þegar að það kemur í ljós hverju þetta tengist þá tekur Lára ákvörðun það að halda áfram með hana sem skjólstæðing. Hverjum það tengist þetta að vísa í Ríkisútvarpið? Já, og blaðamönnum. Og þegar hún að játa verknaðinn, þá stoppar Lára hana af. Þá lifirstinn búin standir í 2 mínútur og 40 sekúndur. Og Lára fer með hana afsíðis, og hún kemur með hana, og með hana afsíðis einhverja 6-7 mínútur. Og þegar hún kemur með hana tilbaka, þá hún hágrátandi. Og eftir það tókast ekki orð upp úr henni. Eftir skjálfest? Já. Síminn endar upp í Efstaleiti, það eru gögn sem sanna það? Já, það algjörlega á hreinu og það bara að benda á það að Stefán Eiríksson og Heiðar Örn Sigurjónsson sendu frá sér yfirlýsingum það að starfsmönnum RÚV yrði að vera heimilt að taka á móti gögnum. Og það sem að ég spyr mig, út af hverju þeir að skipta sér af þessu, mæta og stiga fram með þessum hætti og RÚV birtir ekki en einustu frétt. Hvað vissu þeir þá? Já, það er mjög óvanlegt að einn fjölmiðil taki við gögnum en aðrir birti þau sömu gögn. Já, mér finnst það miklu mjög óeðlilegt líka mjög sérstak þegar að 2 æðstu menn stofnunar stiga fram líka í rauninni undirrita yfirlýsing það þeir tóku við gögnunum. Hvernig á þessi afhending sér stað? Liggur eitthvað fyrir það? Hverjir taka fýsist við símanum og hvernig hann afritaður? Já, sko, það ljóst að Arnar Sigþórsson, yfirpródusent á Kveik, tekur við símanum úr hendi minna fyrrverandi. Hefur hún staðfest það? Já, og ég á það á upptöku og hann fróðilegt að ég á nú ýmislegt á upptökum málið og lögreglan vill ekki taka og vildi ekki taka við þeim upplýsingum. Þeir bara vildu fá þetta beint frá viðkomandi aðila. En hún sem sagt lætur Arnar Sigþórsson hafa símann upp í Efstaleiti. Hún er búin að segja það, hún fór bara upp í Efstaleiti og bankaði og hann fylgir henni inn til Þóru Arnórsdóttur og hann rétti Þóru Arnórsdóttur símann. Og Þóra lappar inn í til eins aðili viðbót og rétti þeim aðila símann. Sem þá sjálfsagt hefur séð afritunna. Og það ger alveg skýrt fram þegar lögreglan hætti rannsókninni að þau brutu af sér en það tókst bara ekki að sanna hver gerði hvað. Á því fellur í rauninni rannsóknin. Og þau neita að tjá sig? Já, þau neita að tjá sig. Og bera bara við því að þau sé verið heimildamann sem ætti þá væntanlega starfsmann sem Þóra rétti símann. En þá erum komin að svona krítiskri spurningu. Getur einn fjölmiðlamaður verið heimildamann annars fjölmiðlamanns? Voru lögin heimildamann sett með þeim hætti? En hver ábyrgð RÚV ef að síminn sannlega afritaður inn að veggja þessarar opinberu stofnunar? Það kannski eitthvað sem ég þyrfti að láta reyna á fyrir dómsmáli. Við sjáum að ég er ekki ósvipari stöðu og Harry Prince. The Sun neitaði að gefa upp með hvað hættir gert þetta og hvað starfsmenn hefðu átt að aðkoma málinu en borgunum samt skaðabætur upp á 10 milljónir punda. Hann fór í mál við það? Hann fór í mál við það. Hyggst þú leita réttarins hvað þetta varðar? Ég er nú fyrir meðal annars að hitta þennan hóp sem í kringum mig og við erum bara að fara yfir stöðuna og sko
ef ég var alveg hreinskilinn, Stefán, þá finnst mér það vera siðferðisleg skylda mín að gera það. Að fara í máli, því ég held að við getum bara hreinlega ekki sett blaðamannastéttinni þá spor, eða fjölmiðlastéttinni þau spor, að það sé ekki einhver lína sem mátti ekki fara yfir. Ég ætla ekki, ég ætla ekki að setja alla blaðamenn undir sama hatt. Bara næstum því. Við skulum bara hafa vitnast, hlutfall góðra blaðamanna hefur nú fjölgað. Við skulum hafa það á hreinu. Á síðustu dögum. Já, síðustu dögum, því þau eru öll hætt þessi, þannig að, en mér finnst og mér finnst bara hreint út sagt, miðað við allt sem nú komið frá Blaðamannafélaginu og ákveðnum hópi alþingismanna, þá ég meina Pírata og Samfylkingar sérstaklega, að hljóta menn að taka það bara upp á alþingi, það verið sett á laggirnar rannsóknarnefnd til að fara þetta er, þetta hefði verið kjarninn á stundin og þá veit maður ekki hvort maður hefði verið að eyða orku í þetta eða tíma með peningum, en þetta er ríkisfjölmiðl. Það er ríkisfjölmiðlinn sem er höfuðpaurinn í málinu og mér finnst það til sérstak, Stefán, þegar að opinber stofnun sem í eigu okkar allra, við erum neyddlega að borga, ég get ekki hætt að borga þó ég viti hvað ég gerðu mér. Börnin mín get ekki hætt að borga þó ég viti hvað ég gerðu okkar fjölskyldu. Þið þurfa að borga sértækan nefskatt inn í þessar stofnun. Já. Og sárnar ykkur það? Já, mjög. Við vitum alveg hvað ég gerðu. Það er fullt af gögnum, Stefán, sem það get komið fram í málinu. Það er eitt starfsmaður og RÚV til dæmis búin að senda minni fyrirverandi mikið magna skilabón og hann er ekki með stöð í málinu. Búin að eiga samskipti við hann? Já. Það sem að þau gera við þessi gögn er að þau matriða fréttir sem að lúta samskiptum, þetta er aðalega spjall sem að virka nú á mann eins og í hálfkæringi þar sem verður að tala misfallega fólk og ræðum hver sé formaður blaðamannafélagsins og annað. Áttu þetta ekki erindi við almenning þessi samskipti ykkar í ljósi þess hversu átökin voru orðin hörð fyrirtækið við Seðlabankann, fjölmiðlana? Nei, vegna þess að það er eitt að fá gögn, Stefán, og eins og við nefndum þegar við fórum hérna áðan yfir Namibíumálið. Þar var skellt fram svona mikið af gögnum, svo þú fórst að kafa ofan þá var lítil innistæði fyrir fréttaskrifunum. Í þessu tilfelli þá þau klippa saman sitt og hvað til þess að búa til myndina sem vildu teikna upp. Hver var svo mynd? Að við værum að fara á eftir blaðamönnum og við værum að reyna að hafa fólki æruna og starfið og ég veit ekki hvað og hvað. Og var ekkert hæft í því? Nei, ég vil bara taka sem dæmi að einn af þeim sem að skrifa nú mikið á þessum tíma, Hallgrímur Helgason, Samherja og þeir eru nú ekki fallið þeir pistlar sem hann skrifaði. Hann er nú ekki vanur að leggja það á sig? Nei, ég ætla ekki að fara neitt ég bara bera fram það sem hann skrifaði. En ég mundi eftir því þegar ég var einhvern veginn að lesa eitt pistil eftir og hann fór nú þarna internetið og var að þylja upp og skrifa greina hver enn og sett like hvar við hvaða komment og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að hann fór nú gerði svona hálfgerður rannsóknar blaðamaður allan áður en hann fór og ég skrifa þennan pistil. Þannig ég hugsaði með mér í sátt ætli hann sé ekki með neitt óhreint mjöl í pókhotninu, ætli var ekki gaman að slengja einhver svona skemmtilegri svona reyksprengju framan í hann. Man þá eftir því að eitt árið þá var hann með 1,4 milljónir í laun á sama tíma og hann er á listamannalaunum. Og lög Rannís eru mjög skýr þegar kemur að því að þú getur og mátt ekki þiggja önnur laun en listamannalaun sérst á 12 mánaða launum. Þannig að þú veist, hvernig kost hann í 1400 á mánuði á sama tíma á listamannalaunum. Og var svona að velta þessu eitthvað fyrir mér og
er þá að tala við mann og var svona spáið, hann segir, Palli, ég get bara kíkt á þetta, ég skal bara skoða bílaflottan fyrir þig og segja já endilega, svo sko aðtöku hvort hann eigi ekki Tesla eða eitthvað svona skemmtilegt, það var gaman að sprengja þá sprengju, svo bara kemur bara ekkert út úr því og ég bara, ok, þetta er ekki eitthvað skemmtilegt. Þetta er eitthvað hnútukast einfallega milli einstaklinga? Já, en það sem er hins vegar að seinna meir, þá viðurkennir Hallgrímur þetta fyrir mér. Segir mér hann hafi þetta verið svona 2006, 2007, hann hafi haft þessi laun. En veistu, úttök hverju það þau samskipt voru? Ekki hugmynd. Þau nefnilega sýna kannski innrætið. Það er þannig að Hallgrímur verður svona vegulaus, spilar hjá bílinn og einn vinur minn, Hríseyingur mikill, setur svona fram skilaboð hálfkæringi hérna á Facebook síður Hríseyjar. Palli, getur þú ekki skuttlað honum? Og Hallgrímur segir, ja, ég er búinn að redda mig farin en ég hef nú þá getað byrlað honum aftur. Og ég hef saman býtu Hallgrímur, ertu svona innréttaður? Ég hef alveg heilast kert honum. Bara tekið spjallið við hann. En þú veist, þegar fólki fara að gera grín að því að þér er byrlað. Við sáum Gísla Martin taka þetta fyrir á RÚV. Gerði hann grín að þessu? Já. Þetta er Ríkisson, hann er að gera grín, ég er með 2 ör á bringunni sem hverfa aldrei. Og þetta finnst þessu fólki allt í einu og sama skapi, þá mátt þú aldrei segja neitt til þeirra. Þá kastaðu sér í gólfið og verða fórnarlömbu. Og þetta verður að fjölmiðla umfjöllun, þar að segja þessi samskipti þín og samstarfsfólks þíns. Og ég hef farið í gegnum þessu samskiptu og ég verð að viðurkenna mér þótti þetta afskaplega rýrt í roðinu. Sérstaklega ef litið er til þess að menn höfðu þá fyrir því að komast yfir þessi gögn með einum eða öðrum hætti. En lögreglan hefur haft þetta mál til rannsóknar og þessi fjölmiðlamenn sem í hlut eiga hafa borið sig mjög illa yfir því. En maður hefur haft á tilfinningur á þeim gögnum sem liggja fyrir að áhugi lögreglunar hafi ekki endilega snúið að hjófnað á símanum eða þeim gögnum sem að þó voru byrtu opinberlega heldur virðist vera eins og að það við fleiri gögn og jafnvel persónulegri verið þarna á símanum og að það sé eitthvað í meðferð þeirra upplýsinga sem að varði við lög. Geturðu sagt mér af því? Það er að tala um vídeo og kynferðslega samskiptum mínum við konur sem að lögreglan byrjar að eltast við þann part sem að leiðir bara lögreglun sína áfram í rannsókninni og já, bara... Þetta eru gögn sem sannarlega voru inn á síman. Já. Og er eitthvað sem bendir til þess að þessi gögn hafi farið á flakk? Sko, ég sé alveg að það hafa menn skrifað komment sem að benda til þess að þeir hafi haft aðgang allan að hluta þessum gögnum. Ég veit ekki hversu mikið það er sem þeir hafa, ég ger mig alveg grein fyrir því hvort að umræðan var til þess að menn hættu og sáu bara að sér sem eru utan við þennan hóp. Ég sá til dæmis komment frá Kristni Hrafnssyni og það virðist vera alveg augljóst að hann hefur fengið eitthvað af þessu sent. Þar með hafa blaðamenn verið að senda þetta út fyrir sinn hóp. Og þannig eru þeir þá að véla með gögn sem að hafa ekkert fréttagildi og eru sannarlega mjög viðkvæmar persónuupplýsingar. Já. Heldur að þetta fólk hafi þessi gögn undir höndum í dag? Nei. Af hverju ekki? Stefán, ég held þó að ég er bara þannig gerður að ég trúi á það besta öllu fólki og það hljóta einhvern tímapunkti meiri sem innan þessa hóps menn hafi farið að staldra við. Ég neita að trúa því að þau séu svo gjörsamlega siðblind að þau hafi ekki á ákveðnum tímapunkti hugsa nú stoppum við. Og eitt gögn? Já.
Þú veist, ef þau eru til, þá eru til upp í RÚV. Þetta mál virðist vera leitt í jörð einhvern veginn. Þetta menn enduð alltaf einhvern veginn upp í vegg og það tókst aldrei að fá neina almennilega niðurstöð í þetta. Hvað þýðir það? Verður þetta aldrei upplýst? Er þetta eins og bara Guðmundar og Geirfinnsmálið? Já, geti farið þannig, já. Og er einhver leið fyrir þig til þess að loka því með öðrum hætti en þeim að sættast við stöðuna eins og hún blasir við núna? Ég auðvitað á möguleika á einkamáli. Sönnunarbyrðin í einkamálum er minni heldur en í sakamálum. Og við skulum ekki gleyma einu, Stefán Einar, að þau vita að þau eru sek. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Þau halda hinu gagnstæða fram svo að því sé haldið til haga. Já, en það kemur bara klárlega fram í yfirlýsingu lögreglustjórans á Akureyri til ríkissaksóknara og hann staðfestir öll orð lögreglunar. Það er ekki ein athugasemd. Það sem hann segir, þau brutu af sér en við getum ekki sanna hver gerði hvað. Það liggur á borðinu. Því verður ekki neitað. Og það er þessi tiltekni hópur sem það ná hlut. Já, og þau sleppa, Stefán Einar, þau sleppa á laga tæknilegu atriði. Og við skulum líka hafa eitt í huga. Þau gerðu allt sem þau gátu til að tefja málið, til þess að láta það fyrnast. Þau sögðu eitt við kollega sína. Þau sögðu að það væri að reka eftir lögreglunum við að klára rannsóknina. En ég ætla bara að nefna bara svona eitt skýrt dæmi það hversu mikið lygi var í þeim orðum. Í janúar 2023 óskar lögreglan eftir því að fá símagögnin þennan síma sem notað til að afrita síma minn. Það gerist í byrjun janúar 2023. Þá er lögreglan búin að fá einhvern smjörþef af þessum síma haustið. Er það símtæki sem að Ríkisútvarpið keypti á sinn reikning? Já. Og það fóru þarna fram bréfaskriftir milli lögreglunar og Stefáns Eiríkssonar. Fyrrum lögreglustjóra? Já, fyrrum lögreglustjóri. Við skulum ekki gleyma því. Hann er fyrrum lögreglustjóri. Og hann svarar ekki, hann svarar illa og hann afhendir ekki gögnin fyrir 14. mars. Þá er ekki eftir nema 1,5 mánuður í fyrningu. Á málun? Já. Og hann er þessu vel meðvitaður? Ég held að sé fái menn sem er vel meðvitaður hvernig eigi að tefja mál, Aðalsteinn kærir. Það mátti ekki boða Aðalsteinn til yfirheyrslu með stöðu sakbornings. Hvar er þetta símtæki niður komið sem að nota var til að afrita? Ég veit það ekki. Hefur það aldrei komast í hendur lögreglunar? Ekki svo ég veit til. Ég sá þarna á tímabili og það var verið að reyna að brjótast inn á Facebook-aðgangi minn og Gmail. Ég sá það og farið tilkynningar og kannt að lesa á Facebook. Á meðan að þetta mál stendur yfir? Já, ég sé það og það var alltaf svona mjög sérstökum tíma, það var alltaf svona eftir 10 á kvöldinu og svona til 2 á nætuna sem að þau innbrot voru reynd. Og tókst ekki? Nei. Ég skipti leynorð á öllu saman og ég sá bara að sími sem var það kemur fram á rekordinu að hvaða tækið það er sem er að fara inn á ef þú ert með tölvu eða spiltölvu þá bara sérðu af hvaða tækið er farið inn á akkántiðin og ég sé það er gert ítrekkað með símtæki sem að ber nánast sama heiti og minn sími. Og ég var ekki í þessum landsluta þegar þetta var þessi innbrot tilraun voru reyndar þannig að það var eitthvað reynt þarna fram til 2022 en eftir það hef ég ekki orðið var við þetta. Þú ert að íhuga það núna að fara í einkamál. Nú ber svo við að í þessari viku var staðfest að annar 2 sakborninga þessu máli sem að síðan var fellt niður er orðinn starfsmaður Alþingis. Þeir eru 2 reynda starfsmenn Alþingis og nánustu samverkamenn
nýs forsætisráðherra. Hvernig tilfinning það eftir að hafa átt í höggi við þetta fólk? Mér finnst aldrei sérstakt, Stefán, að maður eins og Þórður Snær, sem hefur nú nánast farið eftir einhverjum einasta manni sem hefur eitthvað mistið í sig, hann sé komin í þessa stöðu. Hann eldi nú þá upp Ara Edvald og Þór Már og Hreggviður Jónsson. Það forsíðu mynd af því þegar þeir voru nú hraktir úr sínum störfum. Og fyrir hvað lítur út fyrir að vera eintóma legar. Það var ekki verið að vitna í upptöku sem að Logi Bergmann tók við Arnar Grant. Kemur lítur út fyrir að það bara hreina legar á ferðinu. Það vil svo til að ég kannast nú við bæði Hreggvið og Ara Edvald og ég tel að þeir hafi þarna verið teknir af lífi af ósekju. Þarna hafi bara þessi manneskja, hún var bara einhver sérstök agenda og fær þá einmitt plattform hjá þeim á stundinni, eða heimildinni, þegar hún í viðtali í Eddu Falag. En hann orðinn framkvæmdastjóri þingflokks og hefur fengið blaðamannaverðlaun fyrir þitt mál. Getur hann ekki bara sofnað sæll á nóttunni yfir því sem hann hefur lagt að mörkum? Ef hann sofnar sæll, þá maðurinn algjör siðblindingi. Ég hef ekki trú á því að Þórður Snær, ef hann hefur einhverja samvisku, að hann sofi vært. Og sérðu það til dæmis að hann mjög upptekinn af því að vera verðlaunablaðamaður. Hann hefur nú ekki mætt held í einustu yfirheyrslu hjá lögreglunni heldur að geta þess og með þess að hún fannst ástæðis að geta þess þegar hann kærði mig fyrir hótanir. Þeir smíðuðu þarna úr næstum 2 ára gömlum Facebook status og e-maili sem ég sendi á Stefán Eiríksson að ég finnst mjög skrítið hvernig hann sér heiminn. Ég ætla bara að leyfa að segja það. Hann eldi menn uppi og ég veit alveg dæmi þess að einn starfsmaður Samherja til dæmis fór að vinna í Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir djöflust þar í öllum stjórnarmönnum. Hún var ekki með stöð í neinu máli, hún hefði bara unnið á Samherja. Þannig að þeim fannst ástæðilega að elda hana uppi. Og þeir eldu þessa 3 menn uppi gjörsamlega. Þórður Snær státaði sig af því og hringdi alla stjórnarmenn 2 stærstu lífeyrissjóðum til að koma í veg fyrir hann fengi stjórnarsett í festi. En svo finnst honum, sér hann ekkert athugavert við það að hann gerist þingmaður. Reyndar hrökklaðist úr því starfi fyrir gömul leyndarmál sem hann hélt að væri búinn að fela. Hann reyndi að eyða þessu út og þar laug hann nú í kollega sína á sínum tíma. Hann laug því klárlega að þegar málið með Rannveigu Risk kemur upp að hann eigi ekki aðild að þessu og hann með þess að lígur í siðanefnd blaðamannaflokksins. Þannig að þessi hópur, hann ekkert feiminn við að ljúga. Við skulum hafa það bara alveg á hreinu og tala bara hreina íslensku. Þau ekkert feiminn við að ljúga að almenningi og mér finnst þau hreinlega vera misnota það traust sem að við höfum til blaðamanna og eigum að hafa til blaðamanna. Við eigum að hafa traust til fjölmiðla og við eigum að hafa sterka fjölmiðla. En eins og staðan í dag, þá sé ég ekki hvers vegna við eigum að sóa skatt fyrir fjölmiðla. Mér finnst að fjölmiðla verði til þess að gera hreint fyrir sín dyrum í þessu máli. Þeir eru nú reyndar að fara að lækka greiðslurnar hingað inn, þannig að eitthvað verður þeim ágengt í þeim efnum. Þú sáttur við Guðjón menn Páll? Nei. Þú varst það ekki? Nei. Ég ekki sáttur við það að í upphafi þessa málskyldi lögreglan ekki hafa tekið máli alvarlega. Það það sem að setur í mér að, og auðvitað læri maður að þessu. Maður skilur núna fólk sem að, og ég skil álitins þegar núna þegar unga konur lendi í því að þær telja sér hafi verið byrlað og eru fluttar upp á spítala. Og þær kannski gera sig grein fyrir því hvað kom fyrir. Og það má ekki gleyma því einu, Stefán Einar, að til þess að finna í rauninni efnið, það mjög dýrt. Það ekkert endilega þannig að spítalinn tekur blóðpröfu
að það ekki samasemmerki á milli þess að efni sem á að nota í það skiptið finnist. Vegna þess að lögreglan þarf óska eftir slíku. Já. Og ég segi nú bara, við fólk telja að það hafi verið byrlað, þá á það bara að krefjast þess að lífsýni séu geymt því að annars hendi spítan þessu eftir 12-14 daga. Heyri ég rétt á þér að þú hefur ekki lagt þetta mál endanlega niður? Nei. Þakka fyrir konu, Páll, við fáum að fylgjast auðvitað með framgangi því eins og við höfum gert hingað til. Takk hérlega fyrir að tekja mig hingað. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Ég hlakka til að hitta ykkur hér að vikuliðinni. Verið þið sæl.